Komið nú sæl. Nú þegar hér komið sögu, hafði margt fólk heyrt boðskap Babsins og fjöldi manns fylgdi honum eftir hvert sem hann fór. Allir sem voru með honum elskuð hann mjög mikið og vildu gera allt fyrir hann. Þeir höfðu ekki sömu tilfinningu gagnvart leiðtogum borgarinnar. Flest allir leiðtogarnir voru montnir og mjög vondir við þá sem hugsuðu ekki nákvæmlega eins og þeir. Þessir menn urðu öfundsjúkir út í Babin og að lokum ákváðu þeir að drepa hann. Landstjórinn Manuchir Khan réð yfir þeim landshluta sem Babin var staddur í. Hann var vingjarnlegur við Babin og trúði á boðskap hans. Þegar hann heyrði hið vonda ráðabrugg gegn Babin, ákvað hann að bjarga honum. Hann ætlaði að láta líta svo út sem hann hefði sent Babin til Shahsins í Teheran og koma þannig honum út úr borginni. Dag einn sólarlag yfirgaf Babin borgina í fylgd 500 lífvarða landstjórans og lagði af stað í áttina til Teheran. Þeir fóru hins vegar ekki til Teheran. Landstjórinn hafði gefið fyrirskipanir að á fárra kílómetra fresti skyldi hluti lífvarðasveitarinnar snúa aftur til borgarinnar. Að lokum voru aðeins 3 lífverðir eftir hjá Babnum, þeir 3 sem landstjórinn treysti best. Þeir fóru með Babin aftur til borgarinnar eftir fáförnum vegi. Þeir komu inn fyrir borgarhlíðin eldsnemma morguninn og fóru með hann til heimilis landstjórans. Þar bjó hann í friði og ró nokkurn tíma. Aðeins fáeinir bestu vinir hans vissu hvar hann var niðurkominn. En stuttu seinna dó Manuchir Khan. Frændi hans, sem var ekki vinveittur Babnum, varð landstjóri í hans stað. Leið og nýi landstjórinn uppgötvaði að Babin var enn í borginni, skrifaði hann til Shahsins, sem skipaði svo fyrir að Babin skyldi tafarlaust senda á sinn fund. Ferðalagið sem farið var á hestbaki tók marga daga. Muhammad Beg var liðsforingi hermannanna sem sendi voru með Babin. Honum og einnig hinum hermönnunum þótti fljótlega mjög vænt Babin. Þeir hefðu lofað honum að flýja ef hann hefði reynt það. En Babin vildi ekki að þeir lentu í vandræðum sín vegna. Hann var alltaf svo góður og blíður. Babin elskaði sveitina. Nótt eina slógu þeir upp tjöldum á fallegri hæð. Allt í kringum hana uxu blóm. Babin var mjög glaður. Þeir sett upp tjald handa honum svo að hann geti látið fara vel sig. Á meðan þeir dvöldu þarna fékk Babin bréf og gjafir frá Baha'u'lláh. Babin var svo hamingjusamur þegar hann fékk það í hendur að allir urðu undrandi. Andlit hans geislaði af ánægju. Þeir munið að Baha'u'lláh var næsti boðberi Guðs og eftir Babnum. Það ekki. En hann hafði ekki ennþá opinberað sig fyrir fólkinu. Nótt eina þegar þeir bjuggu í tjöldum á hæðinni kom í ljós að tjald Babsins var tómt. Enginn vissi hvar hann var. Í fyrstu urðu sumir varðmennirnir hræddir. Þeir héldu að hann væri strokinn. En Muhammad Beg róaði þá. Hann hefur áreiðanlega gengið út í kyrrð næturinnar til þess að geta óhindrað tala við Guð, sagði hann. Hann kemur örugglega aftur.
Hann mun aldrei strjúka frá okkur. Muhammad Beg hafði rétt fyrir sér. Fáeinum mínútum seinna sáu þeir hann koma aftur til þeirra. Héldu þið að ég væri strokin? Spurði hann þá. Muhammad Beg fleygði sér fyrir fætur hans. Það fjarri mér að láta mig detta slíkt í hug, hrópaði hann. Þeir dvöldu í 2 vikur á þessum indæla stað. Þá komu skilaboð frá Sjáinum. Í þeim stóð að Sjáin væri á förum frá Teheran og gæti því ekki tekið á móti Babnum að þessu sinni. Það ætti að fara með hann til virkisins í Makú. Þar ætti hann að dvelja þar til Sjáin sendi aftur eftir honum. Babin vissi að sjálfsögðu að óvinir hans höfðu beðið Sjáin að gera þetta. Þeir héldu að ef farið væri með Babin á þennan afskekkta stað, kæmust fylgjendur hans ekki til hans. Þeir vonuðu að fólkið myndi síðan gleyma því sem það hefði heyrt komu hins nýja kennara. Þeir áttuðu sig ekki á því að Guð gerir hvaðeina sem hann vill. Enginn gat komið í veg fyrir að boðskapur hans næði til fólksins, eins og þið munu fá að heyra. Þegar Babin hvatti hermennina, bað Muhammad Beg hann fyrirgefningar með tárin í augunum, vegna þess að honum fannst hann ekki hafa gert nóg fyrir hann. En Babin sagði hermanninum að hann myndi aldrei gleyma góðvild hans í sinn garð. Hann þakkaði hverjum einu þeirra ástúðlega fyrir allt sem þeir höfðu gert fyrir hann.